En við ætlum að fara stuttlega yfir það sem hefur verið í gangi í dag, en þetta sem sé kjarasamningur Samtaka atvinnulífsins við félög verslunarmanna og starfsgreinasambandsins. Þarna eru yfir 100.000 launþegar undir og þetta megin hluti almenna vinnumarkaðarins og eins og ég sagði þá búið að vera ýmislegt í gangi, það búið að vera fjölmiðlabann í Karphúsinu, það var að mig minnir í gærið fyrradag sem að blaðamönnum var hreinlega hent út úr húsinu því að það var þótti truflandi fyrir viðræður. Nú þetta eru margir þarna undir og ofan á þetta koma stuðningsaðgerðir ríkisstjórnarinnar sem nefnast lífskjara samningar og þarna var í morgun strax byrjað að birta fréttir af þessu, aðeins rennast stuttlega yfir hvernig fréttaflutningurinn hefur verið af þessu í dag, en kjarninn reið á vaðið með ýmsar upplýsingar sem að eru taldir eiga heima þarna í þessum samningum og þetta eru samningar sem eiga gilda í 3,5 ár, jafnvel 3 ár og 8 mánuði og það sem er í vændum, launahækkanir, lægstu launa verða mun ekki taka þá gildi strax á þessu ári en hækkunin verða 90.000 krónur sem er svona 3/4 af kröfunum sem voru settar fram. Þetta verið 120.000 sem að krafan snerist en þetta muni gerast á tæpum 4 árum þessi hækkun. Nú, svo varandi vinnutíma og styttri vinnutíma og svo framvegis að þá skils manni á fréttum sem að barast í dag að það væri valkvætt samkomulag meðal atvinnurekenda og launþega það hvernig vinnutímanum var í hagað og það getur þá verið kosið þá hverjum vinnustaf fyrir sig. Nú, svo kannski stóri hlutin og það sem að vekur mesta athygli og nýbreytni. Það hlutur Seðlabankans, það að segja forsenda við gerð kjarasamningana kuð vera þannig að Seðlabankinn lækki vexti og þetta forsenda þannig að það þá uppsögn kjarasamninga verði þetta ekki að veruleika lækkun vaxta. Gylfi Zoëga, hagfræðiprófessor og nefndarmaður í peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands, hann sagði Silfri Egils síðustu helgi og Stundin að rifja þetta upp núna. Hann sagði að ef samið yrði hóflegar launahækkanir þá yrði mögulegt að lækka vexti og það bara væri staðreynd, verkalýðshreyfingin réð þessu og ef hún fer að semja mjög há laun að þá eru það bara afleiðingarnar verðlag hækkar og fólk fer að búast við verðbólgu og þá ekki hægt að lækka vexti. En þetta sem sé sérstakt forsendu ákvæði í kjarasamningunum og Seðlabankinn hefur aldrei verið beinni aðili að kjarasamningum en við skulum sjá betur hvernig þetta mun allt saman líta út og nú svo það líka sem að hefur borist í fréttum sem að sumir hafa sagt frá, það að verðtrygging á lengri húsnæðislánum verði bönnuð, þá kannski eins og 40 ára lánunum og það hefur verið kommenterað, svo ég sletti nú á þetta. Gylfi Magnússon, hann að segja það að hann skilji ekki alveg hvernig þetta eigi að hjálpa fólki sem eigi erfitt með að koma sér þak yfir höfuðið. En förum að því, framlag ríkisstjórnarinnar, hún metur sitt framlag til 100 milljarða inn í þessa lífskjarasamninga og þetta var til þess að greiða fyrir samningum að sjálfsögðu og aðgerðarpakkinn inniheldur 10 aðgerða sem að koma mikið við húsnæðisvandan og snerta marga og ólíka fletti samfélagsins og kjarninn sagði sömuleiðis frá þessu í morgun með fyrirvara náttúrulega að þegar búið að skrifa undir að eitthvað gæti verið breytt en Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra, sagði við Þórð Júlíusson, ritstjóra Kjarnans hér í gær að þessi pakki sem að ríkisstjórnin að leggja inn í þetta sé meiri háttar plagg, svo vitnað sé orðrétt í hann. En þarna sem sé verið að tala úrræði fyrir fyrstu kaupendur húsnæðis, þau myndu fá sérstök hlutdeildarlán til fyrstu íbúðakaupa sem bæru lægri vexti og afborganir fyrstu árin og gerðu tekjulágum og sem ættu ekki fyrir útborgun, mögulegt að komast inn á eignarmarkað og þetta þá líka fyrir það sem hafi ekki átt húsnæði í 5 ár. Og svo líka úrræði hér að nýta hluta lífeyrisiðgjaldagreiðslna til að komast inn á húsnæðismarkaðinn, heimild einhvers konar til að skipta upp lögbundnu iðgjaldi sem 15,5%, þannig 3,5% verður þá skilgreint sem einhver svona sérstök séreign sem hægt að setja þá inn í innborgun, kann ekki alveg nákvæma útfærslu á þess en svona þetta og svo á að framlengja nýtingu séreignarsparnaðar til að greiða niður húsnæðislán. Þessi
nýting séreignarsparnaðar í þessu skyni að greiða niður á höfuðstólinn átti að renna út í júlí í ár en verður þá framlengt til sumarsins 2021. Og svo það þróun Keldnalands. Þetta stór, hvað maður að segja, íbúðabyggð sem á að rísa þarna. Þetta var ein af tillögum átakshóps húsnæðismál sem kom fram í janúar. En það talað 1000 til 2000 íbúðir á þessu landi þarna, Keldnalandi við Grafarvog. Það í þessum pakka sem að ríkisstjórnin leggur inn í kjarasamningana eftir því sem við best vitum núna. Og svo á að vera stuðningur við leigjendur sem að það náttúrulega koma betur í ljós hvernig hann verður útfærður. Nú síðan það ýmis konar þættir sem að snúa að því að auka ráðstöfunartekjur og það snýst að tekjuskatturinn að hann verði hagstæðari þeim sem að eru tekjulægstir. Það breytingar sem að gripið verður tilvarandi tekjuskatt að uppistöðu í samræmi við áður framsettar tillögur ríkisstjórnarinnar. Stað þess að ráðstöfunartekjurnar verði auknar 6.750 krónur á mánuði, þá verða þær auknar 10.000 krónur á mánuði. Þannig að þetta breytingin, en sumt af þessu sem að ríkisstjórnin að koma með í pakkanum eru hlutir sem hafa komið fram áður, en annað svo viðbót og þetta þá hækkun sem að verið að tala þarna Nú þá eftir að fá viðbrögð við þessu það eitthvað þessum einhverjar kannski svokallar stolnar fjaðrir frá öðrum stjórnmálaflokkum. Það kemur bara ljós og samkvæmt heimildum Kjarnans með þeim fyrirvara að eitthvað hafi nú breyst við undirritun samningana þegar það loksins verður að þá var líka á borðinu vilyrði að hækka skerðingamörk barnabóta í 325.000 krónur á mánuði á næsta ári og svo náttúrulega hefur verið tilkynnt nú þegar að lengja fæðingarorlofið úr 9 í 10 mánuði á næsta ári og í 12 mánuði frá byrjun árs 2021. En þarna segir Katrín Jakobsdóttir og Egill Helgason einmitt að skrifa þetta í dálkinn sinna DVF í dag að þvert ofan í flestar spár að þá virðist þetta hafa gengið betur og þarna sé Katrín búin að tryggja sér, fari allt eins og það lítur út fyrir núna þegar hér á 7. tímanum að hún sé búin að tryggja stöðuleika, efnahagslegan stöðuleika fram yfir næstu kosningar. Nú það ýmislegt fleira sem að ber að góma, staðan hjá VR gjaldþrot breytti svolítið líka, segir Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR. Menn tóku svona þétti raðirnar, segir hann, menn lögðu meira að sér, harðar af sér, ef maður svona túlkar orð hans bara stuttlega. En við skulum láta þetta gott heita og við munum fjalla ítarlega kjarasamningana og það sem hefur verið að gerast í dag á morgun að sjálfsögðu í 21. En við ætlum að fara í eitthvað allt annað og skipta yfir til Sigmundar Ernis sem ætlar að tala heilsuna okkar og hverju við getum ráðið.